Glück, komm doch wieder zurück. Heiða og Klara höfðu vaknað óvenju snemma því von var á Sesemann kaupmanni föður Klöru heim. Hann hafði sent símskeyti og boðað komu sína. Húsbóndinn að koma. Flýtið ykkur, húsbóndinn að koma. Hann kominn? Agalegt. Loksins kemur pabbi. Hann alveg ágætur, sannaðu til. Ég hlakka svo til. Þú getur ekki ímyndaði hvað ég hlakka til. Góðan dag, Sebastian. Velkomin heim, húsbóndi góður. Þakka þér fyrir. Við ræðumst við síðar. Það margt að ræða. Þér voruð svo lengi í burtu. Góðan dag, Tína. Góðan dag, ungfrú Rottenmeier. Hjartanlega velkomin heim, herra Sesemann. Dóttir mín komin á fætur? Já, fyrir löngu. Hún gat varla beðið þess að þér kæmuð. Litla svissneska stúlkan líka komin á ról? Hún var það síðast þegar ég sá hana. Gerið svo vel að tala við mig smá stund. Mér þykir leitt að þurfa ángræður strax við heimkomuna, en þér getið ekki ímyndaður hvað við höfum orðið að þola. Þessi krakki... Fyrst verð ég að heilsa Klöru. Við tölumst við síðar. Sebastian, komið þér með minni töskuna upp í herbergi dóttur minnar. Sjálfsagt. Klara! Klara! Loksins ég komin heim, elskan. Ég hélt þú ætlaðir aldrei að koma. En heyrðu mig nú, Klara mín, ég kem alltaf aftur. Lof mér að horfa á þig. Ertu alltaf jafn falleg? Þetta hún vinkona mín, pabbi. Já, þú ert jafn falleg og þú varst jafnvel enn fríðari. Pabbi, mér langar að kynna þig fyrir langt bestu vinkonu minni. Þetta hún Heiða. Jæja, svo þú ert hún Heiða litla. Þetta hann pabbi minn. Líst þér ekki vel á hann? Það gleður mig að kynnast þér, barni gott. Komdu sæll. Jæja, hvernig semur ykkur dóttur minni? Ég veit að hún getur verið mesti þrákálfur. Ykkur lendir eflaust oft saman, en látt hann ekki vaða yfir þig. Hún vön að hafa síðasta orðið. Ég get vel ímyndað mig hvernig það Þú segir henni sama hlutin 1000 sinnum en verður samt að byrja upp á nýtt. Hvaða bull þetta í þér, pabbi? Hvað á Heiða að halda mig? Trúð honum ekki. Við höfum ekki rifist eitt einasta skipti. Þetta rétt, Heiða? Aha, hvað ættum við svo sem að rífast? Ykkur virðist þá koma vel saman. Það gott. Fyrst svo þá finnst mér því að ég skilið að fá verðlaun. Eftir hverju ertu að bíða? Hérna, Klara. Hjartans þakki, pabbi minn. Hérna, Heiða mín. Þið alveg handa mér? Auðvítanlega. Nokkur önnur Heiða hér? Nei, bara ég. Þakka þér kærlega fyrir. Hvað hún falleg. Hún alveg einstaklega falleg. Ég hef aldrei séð fallegri brúðu. Heiðu leist strax vel á Sesemann kaupmann og ekki bara vegna brúðunar. Svona einfalt þetta ekki. Síðan þetta barn kom hefur allt verið eins og í hershöndum. Ég hef enga stjórn á neinu framar. Hún kann enga mannasiði. Hún borðar kjöt með fingrónum. Stundum finnst mér eins og ég sé allri lokið. Ég einfaldlega orðlaus. Svo slæmt þetta varla. Klöru virðist ekki að vænt hana. Og það fyrir miklu. Klara allt of grein til að henni falli við svona himpi-gimpi. Hún dregur inn í húsið mís og ketti og lírukassaspílara. Lírukassaspílara? Já, þetta ekki yfirgengilegt? Hver veit hvað hún kemur með næst? Hún sleppti fuglinum hennar Klöru lausum. Svo voru það brauðin. Hún stal hveitidollu á hverjum degi og faldi í fataskápnum. Oft hverfur hún einfaldlega og enginn veit hvar hún að flækjast. Nei. Hún og verður villingur. Mér þætti fróðlegt að vita hvernig ástandið heima hjá henni. Vitið þér að hún kann ekki einu sinni stafrófið. Mér dettur stundum í huga eitthvað vanti í kollin á henni. Eigið þér við að stúlkan sé ekki andlega heilbrigð? Já, ég þeirra skoðunar. Það bendir að minnst kosti allt til þess.
Hún talar stundum svo undarlega geitur og einhverjar steingeitur og hugsiði þur bara, hún getur flautað með fingurunum. Mér tókst með naumindum að afstýra því að hún kendi ungfrú Klöru það. Hún eyðileggur allt uppeldi mitt á stúlkunni. Og ef þér bara vissu hvað við höfum að þola, barnið að gera út af við mig. Við verðum að finna nöfn á brúðurnar. Hvað þú hefur fléttað hana fallega? Jæja, lúðurnar, skemmtið ykkur vel. Viltu vera svo væn, Heiða mín, að ná mér í glasa vatni niður í eldhús? Hún Tína vísar í ráðu. Á vatnið að vera kalt? Já, ískalt, tært og fest. Ég skil, ég skal vera fljót. Klara mín, ég þarf að leggja fyrir þig mikilvægar spurningar sem þú verður að svara af einlægni. Hefurðu tekið eftir einhverju í fari Heiðu sem þér finnst óeðlilegt? Ungfrú Rottimægir hefur áhyggjur af því að hún sé kannski ekki alveg heilbrigð. Ef grunur ungfrú Rottimægir reynist réttur verður við að senda Heiðu heim. Hún Heiða alveg jafn heilbrigð og ég. Hún reglulega indæl. Ungfrú Rottimægir að rugla. Hún getur bara ekki þolað Heiðu. Heiða bara óvön því að búa í stóru húsi og í borg. Ungfrú Rottimægir segir hún kunni ekki einu sinni stafrófið. Já, það því miður rétt hjá henni. En það ekki að því að Heiða sé heims. Hún bara með allan hugan við fjöllin. Er hún alltaf að hugsa fjöllin? Já. Henni líður ekki vel hjá okkur. Hanna langar aftur upp í fjöllin. Hún saknar geitana og vina sinna þar. Hanna langar að leikast yfir hundin og horfa á sólarlagið og hjálpa afa sínum. Einmitt það. Hún virðist haldin heimþrá. Ég vil ekki hún fari heim. Ég vil hafa hana hér. Síðan hún kom allt mun ánægjulegra. Mér hefur ekki leiðst einn einasta dag. Henni gekk ekkert illt til þegar hún kom með mís og ketti hingað inn. Hanna langaði bara að vera með vinum sínum. Hún svo mikil dýravinur. Ekki senda hana burt, pabbi. Þið virðist orðna bestu vinkonur. Já, hún allra besta vinkonan í öllum heiminum. Þú ættir að heyra hvað hún segir skemmtilega frá. Og hún hefur svo smitandi hlátur að ég verð að hlæja með. Þú ættir að sjá hana leika hund. Hvað að? Hvert ætlaru? Gerðu það, senda ekki Heiðu burt. Ætli Heiða verði ekki hér kyrrt. Ég verð samt að ræða við hitt fólkið áður en ég tek ákvörðun. Sebastian, viljið þér senda litlu stúlkuna til mín? Sjálfsagt. Hún ætti að vera niður í eldhúsi. Ég senda hann eftir vasklassi. Ég skil. Sokkur. Hann datt á götuna. Þakkaði fyrir. Gerðu mér nú greiða og láta hann í svunduvassan minn. Já. Búin að því. Þú ert góð stúlka. Hvar ætli sé brunnur með hreinu ísköldu vatni? Ég á leiðinni þangað. Komdu með mér. Ertu að fara þú að þvott? Mér þykir þú spyrja. Hvaða erinda ætti ég annars þangað? Mér svo illt í bakinu. Ekki tróðast svona, ég næst. Það verður erfiðar að komast að. Og svo dattum í heita pottið, mikill óunvið. Leyfðu mér að komast, ég þarf að ná í vatn. Reyndu að komast þetta sjálf. Vasshaninn þarna. Já.
Börn hafa ekkert hér að gera. Ég skil ekki hvert hún hefur farið. Leita þú þarna, ég leita hér. Alveg er hún hræðileg. Svona er þetta. Maður er aldrei óhulltur fyrir skammastrikónum hennar. Hér hefur hún allt sem hún þarfnast en stingur samt af. Hvar finn ég brunn? Beint áfram og svo til hægri. Takk. Hugsaði þér bara. Hann hótaði að segja mér upp að því að börnin hefðu svo hátt. Þarna er brunnur. Húrra! Loksins ferskt vatn. Ískalt eins og sé sem hann vildi hafa það. Góðan dag, litla stúlka. Fæ ég líka sopa, mér er svo heitt. Já, auðvitað. Gerðu svo og fáðu þér. Þakka þér fyrir. Er það gott? Er það nógu kalt? Já, það er afskaplega gott. Hérna, þakka þér fyrir. Vertu sæll. Vertu sæl. Heyrðu, hverjum ætlaður að færa vatnið? Sesemann kaupmanni. Honum Sesemann kaupmanni? Og hefur hann ekki rennandi vatn heima hjá sér? Þú hleypur borgina þvera eftir vatni sem nóg er af hjá honum. Það er ekki svona vatn. Hann bað mig að sækja sér ískalt vatn. Og það er ég að gera. Ég bið að heilsa honum. Vonandi finnst honum vatnið nógu kalt. Vertu sæl, stúlka litla. Mér er sómaði að kynnast þér. Gleymd ekki að bera honum kveðju mína. Þá lét ég hann fá það úr vegið. Ég sagði honum, ef börnin mín mætti ekki láta heyra í sér, þá fylgdi ég ekki hvernig hundurinn að skellti látlaust. Hefði bara skotist út til að fá sér ferskt loft, þá var hún löngu komin. Nei, mér er nær að halda að nú sé hún endanlega strokin og auðvitað velur hún daginn þegar þér komið heim. Ó, þetta er vanþakklátt barn sem misnotar göfuglindi í þar. Nú hljótið þér að sjá að hún er ekki heilbrigð. Hún er alveg hræðileg. Við Tína erum búin að leita hennar alla borgina. Hún finnst hvergi. Þá er hún strokin. Nú fer ég sjálf að leita. Hún má biðja fyrir sér ef ég finn hana. Ég grátbæ niður, látið hana fara. Hún gerir út af við mig. Vagninn, Sebastian. Ó! Heiða, já? Varst að sækja vatn? Þú var sveið mér lengi. Ég var svo lengi að finna brunn. Varlega. Við flesta brunnana var svo margt fólk að ég komst ekki að með nokkru móti. Mér þykir fyrir því hve lengi ég var, en ég hitti mann sem sagði að þetta var einstaklega gott vatn. Þakka þér fyrir. Þú hefur ekki sparað þér sporin við að ná í vatn handa mér. Gott. Er það nógu kalt? Er það nógu kalt? Já, hvort það er. Ég hef aldrei á ævinni bragðað betra vatn.
Ég átti að skila kveðju frá manni sem ég hitti við brunnin. Hann sagði ég mætti ekki gleyma því. Mér leist vel á hann. Það var hesthaus á göngustafnum hans. Og hver getur það hafa verið hérna, Sebastian? Hann hafði snjóhvítt hár og var mjög gamall og líka mjög kurteis. Svo var hann með svo fallegan göngustaf. Þetta gæti verið læknirinn. Hann á svona staf. Hann hefur eflaust furðað sig á því að þú skildi senda Heiði í einhvern brunn í öðrum enda bæjarins til að ná í vatn í krús handa þér. Sá held ég að segja eitthvað næst þegar hann kemur. Hvað er svona fyndið? Ég skil ekki af hverju þið hlægið svona. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Briefchen im Schnabel, von der Mutter einen Gruß. Má ég ónaða yður, herra Sesemann? Gjörið þið svo vel. Ég þurfti einmitt að tala við yður. Ég hef ákveðið að Heiða verður hér kyrrt. Ó. Ég hef fylgst gaumgæfilega með henni og mér virðist hún með öllu eðlileg. Auk þess líður Klöru mun betur síðan hún kom. Mér er fullkomlega ljóst að þér eigið við vandað að stríða. Já, líklega má orða það svo. Ég veit að þetta hefur reynt mjög á yður og að þér hafið átt í erfiðleikum með Heiðu. En til að auðvelda yður starfið í fjarveru minni hef ég beðið móður mín að koma hingað. Eigið þér við að frú Sesemann komi? Já, ég á við það. Ég met það mikil sem þér hafið gert fyrir okkur og sér í lagi fyrir dóttur mína. Þess vegna vil ég að móður mín aðstóði yður. En hún hefur gott lag á börnum. Yður er væntanlega ekki á móti skapi að hún komi. Nei, guð sé oss næstur. Hví skildi mér verða á móti skapi að móðir yðar komi? Það gleður mig. Móðir mín mun annast Heiðu og þá geti þér sinnt Klöru þeimun betur. Þakk yður fyrir. Það mun allt ganga betur hér á heimilinu, sannið er til. Jæja, stúlkur mínar. Pabbi þinn er kominn. Góðan dag, herra Sesemann. Sváðu þér vel? Já, príðis vel. Góðan dag, Heiða. Vertu ekki svona stúrin, Klara mín. Hefur ekki verið ánægð þessar vikur? hvað áttu við með vikum? Þú hefur ekki verið heimanum í 10 daga. Ég kem aftur innan 2 mánaða og þá verð ég lengi heima. Því lofa ég. Þú stendur aldrei við það sem þú lofar. Þú segir alltaf að nú verður lengur, en svo lætur niður í töskuna þín og ferð burt. Þú getur ekki það þessu gert. Fyrirgefðu. Ég hefði ekki átt að segja þetta. Ég er víst engin fyrirmyndafaðir, en nú ætla ég að koma þér þægilega óvart. Kemur amma? Hvenær kemur hún? Og hvað verður hún lengi? Er þetta satt? Já, það er satt. Ég veit ekki hver lengi hún verður, en hún er lögð að staðingað. Jæja, þá hefur þú tekið gleðið þín á ný. Ó, þakka þér fyrir. Mér þykir svo vænt um þig. Mér þykir líka óskup vænt um þig. Láttu þér nú líða vel. Heiða sér til þess. Vertu sæll og líði þér vel. Góða ferð og komdu fljótt aftur. Vertu sæll. Vertu sæll. Verði sæll. Blessaða stelpur.
Ekki verða stúrnar. Blessaðar. Komdu fljótt aftur. Bless, bless. Bless. Heyrðu, hvaða ömmu var hann pabbi þín að tala um? Nú, hann ömmu mína, hverju aðra svo sem. Ég er vissum að þér á eftir að líka við hann, hún er alveg ágætt, því máttu trúa. Pétur á líka ömmu, eins og þú veist, út af þessu með hveitibrauði? Amma mín er líka mikið fyrir hveitibrauð, þú eru endilega að segja henni frá hinni ömmunni. Heldur henni finnist gaman að því? Hún hefur áræðilega gaman að söguna þér og brauðunum, amma er hláturmild, ertu ekki sammála? Jú, en náðuga frúin er enga skemmtileg. Einu sinni faldi hún mér að segja súpuna fyrir verslingstínu. Og hún saumaði líka fyrir ermin á jakka Sebastians. Flýttu þér, Heiða, stúdentinn er farin að bíða eftir okkur. Ég kem strax. Heiða hlakkaði mikið til að kynnast ömmu Klöru. Var hún í raun og veru eins góð og Klara vildi vera láta? Mikið væri gaman ef svo væri. Hins vegar kom amma ekki strax og ungfrú Rottenmeier og stúdentnum tókst ekki fremur en áður að afgreiða barnið eins og þau orðuðu það. Sem fyrr fékk Heiða ýmsar hugdettur. Hún sagði Klöru ýmsar furðusögur úr fjöllunum sem Klöru fundust mjög skemmtilegar, þó þær væru ekki við smekk ungfrú Rottenmeier. Þegar svo langþráða stund kom að amman birtist, kom hún Klöru og Heiðu svo á óvart að þær voru lengi að jafna sig eftir. Þær urðu hreint orðlausar af undrun, en frá því segjum við ykkur í næsta þætti.